Það sumar og sígur að kvöldi. Margir eiga góðar minningar frá Reykjaskóla en þangað frá unglingar allstaðar af landinu að fara í skólaferðalag. Einhverjir muna sjálfsagt eftir því að skoða safnið á staðnum og einhverjir hugrakkir hafa kannski smakkað hákarl í fyrsta skipti einmitt þarna. Við hittum hann Benjamin Safvörð í Ófeigs skála sem helgaður minjum hákarlaveiðar við Íslands strendur. Hérna í þessum skála náttúrulega, í Ófeigs skála fyrst og næst þetta skip. Já. Og búnaður í kringum hákarlaveiði sem mikið af þessu norðan úr Árneshreppy en þó ekki allt. Skipið norðan úr Ófeigsfirði, þetta Ófeigur sem smíðaður þar af skipasmiði sem heitir Jón Jónsson. Var þekktur skipasmiður í Árneshreppy á sínum tíma en þetta alveg eingöngu smíðað úr rekaviði, þetta skip. Segðu mér aðeins, hvernig var að fara á hákarlaveiðar? Þetta var vorsbúð. Þetta voru langir túrar þegar þeir fóru í skurðaróðri. Þetta byrjaði þannig snemma vetrar, þá fóru þeir í doggaróðri sem kallað var. En þá fóru þeir kannski í daginn og komu út af kveldi og voru styttri róðra og komu í land þá með bæði lifur og hákarl. En svo fóru þeir í lengri róðra, þá fóru þeir að skera niður seinna vetrar og þá var sem sagt bara lifurinn hirt og var sett í sérstaka kassa sem hérna um borð, sem reyndar eftirgerð. Hvernig veiddu menn hákarla? Það var bara á handvað, eða sem sagt á færi, raunverulega. Og var settur einhvern góðgæti á þetta. Þetta eru úldinn selur eða eitthvað þaðan að vera sem var sett á þetta. Voru þeir bara dregnir í bátinn bara með handafli? Þeir voru náttúrulega ekki dregnir borð. Ef það væri góðan hákarl, þá var það svo tungur að það ekki möguleiki að gera það. Þetta var gert þannig að þegar menn voru í skurðaróðrum til dæmis, sem kallað voru, þá var þeir dregnir upp að bátnum og skornir þar upp og tekin úr lifrin. Og síðan var bara restin gjarnan skorið niður í búta eða skorið niður, sem kallað var. Og sem dróaði fleiri hákarla. Þannig að þá voru menn fyrst og fremst að sækjast eftir lifrinni vegna lýsisins. Það var verðmætasta afurðin í þessu og raunverulega það sem menn fengu mest pening fyrir. Hákarlinn sjálfur var bara svona aukaafurð sem að menn nýttu sjálfur. Var ekki söluvara til útlanda. Ég sá hérna áhugaverða sögu að það fæddist einu sinni barn borð í svona báti. Já, það gerðist þarna. Það var nú snemma á 19. öldinni, þá bátur hákarlaskip frá Krossnesi. Það nú svona merkileg saga, því að það nú sagt að það nú svona þykir merkilegt að konur á steypunum hafi farið á sjó og það hákarlaveiðar öllum viðum. En allavega hún átti barn þarna um borð og það var sem sagt varðvíst nokkur reikistefna um borð í bátnum, hvernig með skyldi fara. Áhafnarmeðlimir hlúðu að barninu, allir nema einn sem var formaðurinn sem vildi ekki sinna þessu neitt. Þó hann ætti nú krakkann sjálfur. Já. Þannig að merkilegur maður. Já, þetta ekki alveg skiljanlegt. Þetta var að vísa ekki eiginkonan hans, en Nei, einmitt. Þannig að þetta ekki auðvelt að skilja þetta. Það óneitanlega óhuggulegt tilhugsun að vera staddur á þessum bát lengst út á hafi og þurfa að sofa þar undir berum himni í alls konar veðrum í fleiri daga. Og hvað þá að fæða þar barn? En það nú aldeilis hægt að sjá fleira á byggðasafninu. Þar hægt að setja sig í spor Íslendinga á árum og öldum áður. Já, það hægt. Það til dæmis. Ef við sjáum hérna, það ýmiss konar verkfæri hérna til, bæði trefin, smíða og tóvinnslu og svo náttúrulega bátarnir líka. Já, svo nú bara hægt í rauninni að fara inn í bæina eins og þeir litu út. Já, svo hluta, já, það sem sagt, við erum í hérna hluta af 3 bæjum sem að sýna svona húsakynni eins og að vísu þetta nú
betri húsakynni heldur en allur almenningur bjó við. Þetta hafa verið svona heldri bæir. Já, þetta voru betri bæir þarna sem að var að... Kemur mikið af fólki hérna eins og á sumrin? Það kemur alltaf eitthvað sko, það hefur ekki verið mikið undanfarin ár. Allt og lítið náttúrulega, vegurinn er alltaf góður hérna framhjá, allt og beinn. Þannig að hérna, og bremsundar er eitthvað lélegar hjá fólki held ég. Það verðist vera. Nei, alveg þetta er náttúrulega, það mætti alveg koma meira sko. Þannig að hérna, það er mikið útlendingur sem koma hérna reyndar. Hvernig hérna líst útlendingunum á? Þeim finnst þetta sérstakt sko, við gefum ekki hérna hákarl smakka og það er svona upplifelse, misvinsælt að vísu en... Hefur lent ykkur útlendingur sem finnst það gott? Já, mörgum, já, reyndar sko. Það voru hérna fólk sem kom hérna frá Indónesíu sem að fannst þetta bara mjög gott og þá kom ljós og þau verið að verka bara fisk á svipaða máta þar. Þetta er ekkert alveg einstakt sko, þannig að til kæsing var ekkert sko sér íslensk aðferð, þetta var gert víða. Er þetta svona fjölskylduvænt staður? Hafa krakkarnir gaman að skoða safnið? Mér sýnst það, þau hafa gaman að þessu. Og hérna, við fáum svo mikið af börnum hérna yfir veturinn að ég held að þeim líkið ekki illa. Finnst þeim skemmtilegast að skoða? Sko þau eru mjög hrifin af baðstofunni, það er nú bara þannig. Þau hérna, finnst þetta notalegu staður og eins hérna Tungunesbær, þeim dvelja þar oft löngum. Það er nú eiginlega þannig að hérna, þetta er svo fjarlægt en þau eiginlega skilja þetta ekki. Það er nú svona, þessi veruleiki sem þetta er orðið það fjarlægt að hérna, fólk á erfitt með að setja sig inn í þessi spor. Þetta er fólk sem bjó hérna áður. Og það á ekkert við endilega börn, frekar en fullorðna sem hafa alist upp á síðustu öld. Það er orðið svo mikið breyting.